Velkomin í líffræðihorn. Wow. Sæl aftur. Velkomin í líffræðihornið mitt. Ég ætla að tala líffræði og svara spurningunum ykkar líffræði. Kannski að við vippum okkur í fyrstu spurninguna sem er frá hverjum er það prentari? Kristinn Jósefsson frá Litlafelli í Síðumúla spyr: hvernig virkar þróun, kæri Jói? Þróun er ekki jafn flókin og fólk heldur. Þú ert með kannski, ef þú ert með byssu, stóra byssu og lítinn mann, stóran mann, þá drepur stóri mann litla manninn og stóra byssan drepur litlu byssuna. Í rauninni virkar þetta líka litla tréð, eins og blóm eru lítil tré. Þau sem sagt, stóru trén eru stærri út af þau. Já, kannski að við förum í næstu spurningu. Frá hverjum er það prentari? Við erum með spurningu frá Dorrit Musaev, forseta frá Íslands. Hún spyr: Jóhann, hvernig virkar heilinn minn? Góð spurning, Dorrit. Spörum henni kannski núna. Leiðum mér aðeins á vandanum. Já. Kannski að við teiknum upp hausinn, heilinn, munnurinn sem fer upp í heila, augun, upp í eyrun. Þetta er allt tengt heilanum þínum. Ótrúlega bergfæri. En heilinn virkar þannig að þú borðar mat. Allur matur á að fara upp í munn og ofan í maga. Fyrir ofan í magann þinn, sem fer hann upp í heilann þinn. Svona epli. Ég epli hér og... Það er epli, hoppur, ofan í magann minn, og nú finnir ég bara að það fyrir aftur upp í hausinn. Þá getur ég nota orkuna frá eplinu, út af því að eplið er svo trén að hugsa. Og þú getur stolið hugsunum frá eplinu og nota það til að leysa flókin stærðfræði dæmi, eins og hlæmis. Hérna er þetta segið. Já. Nei. Já. Hérna er eplið veitum mér í rauninni kannski næstu spurningu núna. Takk fyrir þetta, Dorrit. Af hverju eru bananar svona góðir þeir vaxa út úr trjám? Góð spurning. Ég er einmitt hérna með banana frá... Og þó að bananar vaxa út trjám, þá eru þeir ekki úr tré, sem ég get sýnt. Ef ég býti hérna einn banana, það er ekki úr tré. Ef ég myndi býta í trésjáði, þá kemst ég ekki gegn, því að tré er hart. Og bananar eru ekki harðir, þeir eru góðir á bragðið. En tré eru ekki úr börunum, þess að vera fyrir að borða tré og þeir eru ekki mjög gott byggingarefni. Já, ein spurning kannski í lokin.
Frá Sigurði Inga Rúnarsyni sem býr í Hátæki. Sæll Jóhann, segir Sigurður. Hvernig geta hákarlar andað í vatni? Kannski best að útskýra þetta á mynd. Sigurður. Hérna er hákarl. Rættist aðeins þarna. Ég er góð. Hérna er hákarl. Hann situr í vatninu sem er H2O, eða 2 vetnisdót og 1 súrefnisdót, og við þurfum súrefnið til að geta lifað. Og hákarlinn borðar vatnið og þá fer súrefni inn og hann notar það til að anda. Síðan skilur hann, þeir hétu fyrst ákarlar, en síðan borða þeir svo mikið af háum að þeir heita hákarlar. Hákarlar. Þaðan kemur í rauninni nafnið. Því ætti í rauninni að vera kannski 2 karlar, en til styttingar og einföldunar, heita þeir hákarlar. Takk fyrir mig. Þetta